En situm við á spjalli séra Geir Våge og Halldór Gunnarsson 23. júní, nýloknu samtali átökin erlendis, og ég verð að spyrja þig og biðja þig að fara yfir það vegna þess að hlustendur verða að fá að vita hvaðan þú ert með þessar heimildir, og ég bið þig að vera hreinskilinn með það að fara yfir það. Já, ég hefði nú betur skrifað þá niður lista yfir heimildamenn mína, en ég skal nefna nokkra þeirra. Ég tek talsvert mark á 2 mönnum varðandi það sem að gerast inn í Rússlandi. Þeir hafa báðir mjög gott aðgengi að umræðunni þar. Annar heitir Dr. Vladimir Brovkin og hefur verið Bandaríkjamaður áratugum saman, býr í Bandaríkjónum, hefur kennt þar við ýmsa háskóla, en hann hefur mjög góð sambönd og skrifar mikið Rússland, skrifað margar bækur Rússland og rússnesk málefni. Hann með vikulegan þátt ástandið í Rússlandi, Vladimir þessi Brovkin, og mér virðist hann vera mjög áreiðanlegur í sínum frásögnum. Hann hefur til dæmis gert glögga grein fyrir þeirri gagnrýni sem að Pútín liggur undir heima fyrir núna fyrir linkind, og hann hefur meðal annars bent á það að nú muni Pútín herða sig upp og hætta að tipla eins og hann hefur gert mjög fljótlega, því hann sé ekki stætt á öðru. Annar heitir Dr. Gilbert Doktorov. Hann kenndi við háskóla í Vesturálfu líklega 15-20 ár, en gerðist síðan erindreki fyrir ýmis alþjóðleg stórfyrirtæki. Hann býr í Brussel, fylgist mjög vel með öllu því sem að gerist í Evrópusambandinu og á þeim vettvangi, en hann á líka íbúð í Sankti Pétursborg og þar mikið. Báðir þessir menn náttúrulega tala reiprennandi rússnesku og eru mjög vel tengdir í Rússlandi. Þeim ber saman það að Pútín liggi undir vaxandi ámæli fyrir aðgerðarleysi og ofmikla þolinmæði gagnvart Vesturveldunum, og segja ýmislegt það sem að þeir telja að sé að gerast í Rússlandi núna. Til dæmis það alveg ljóst af þeirra frásögnum að Sergei Lavrov, sem er nú sennilega einhver alsnjallasti stjórnmálamaðurinn á vettvangi heimsmálana þessar mundir, náinn samstarfsmaður Pútíns, ekkert yfir sig hrifinn af því að Pútín skuli taka mark á þessum amatörum sem að Trump alltaf að senda honum. Jared Tengdason og golffélagan. Hvorugur þessara manna hafa hann eina reynslu eða þekkingu á utanríkismálum. Þetta eru fyrst og fremst businessmenn. Og Jared Tengdasonur nú bara hálfgerður bófi, held ég. Að segja, farið nánar út í það. Hinn kannski lítið skárri, en hann er svona fastegna braskari frá New York. Sergei Lavrov ekkert vel við það að þessir menn séu notaðir í erindisrekstur fyrir Bandaríkin framhjá rússneska utanríkisráðuneytinu sem situr uppi með þekkinguna og reynsluna og allt framvegis. Pútín, ég skil ekki af hverju Pútín tekur mark á þessu. Kannski vill hann hafa gott samband við Donna í Washington. Geir, ég var að spyrja heimildirnar sem þú hefur. Já, fyrirgeðu, já. Og ég með rússa sem ég hlusta á svona annars lagið. Hann heitir Lev Gudajev og er mjög herskár, dregur taum rússa, auðvitað, og það ágætt að heyra í svoleiðis manni annars lagið, en hann ansi gagnrýninn líka stundum á sína menn, og það segir mér það að það vafalaust einhvers konar ritskoðun í Rússlandi
það er venjan að það er ritskoðun í ríkjum sem eiga í ófriði, en að hann komist upp með að málflutning af því tagi sem ég heyri hann hafa í hverju einustu viku, segir mér það að ritskoðun í Rússlandi er hjóm eitt í samanburði við það sem að menn verða að sæta á Vesturlöndum, Bretlandi og Evrópusambandinu sérstaklega. Það er ennþá dálítið frjálsari pressan vestur í Bandaríkjunum. Enda er það lögbundi þar í stjórnarskrá að ekki megi skerða málfrelsi manna. En heimildarmennir vestanmegin og Glenn Diesen hef ég nefnt, hann er norskur háskólakennari, hann er ákaflega fundvís á viðmælendur og ég hef nefnt Napolitano dómara sem heldur úti í svipuðum þáttum og Diesen. Svo er bandarískur þáttur sem heitir The Deep Dive, hann er bandarískur fyrrverandi offursti í bandaríska hernum, heldur úti The Deep Dive. Það er mjög feitt á stykkinu þar, mjög oft. Og svo er gamall blaðamaður búsettur í Moskvu áratugi, hann heldur úti podcasti sem kallað er Dancing with Bears. Ég held að hann sé sá blaðamaður sem lengst hefur sagt fréttir þaðan. Hann heitir John Helmer og nýtur mjög mikillar virðingar hjá öllum blaðamönnum, alvöru blaðamönnum í heiminum. Hann er alveg ofboðslega áreiðanlegur og klár maður. Nú er ég bara búin að nefna fá eina aðila sem að ég hlusta á í hverju einustu viku. Já. Ég skulum nú ekki hafa þetta langt, ég vildi nú samt hafa þessa viðbót við þessa þætti sem við höfum haft þessi svakalegu átök út í heimi, leið og ég segi hér við þá sem hlusta á okkur að ég hef kynst þessum hæfileika þínum séra Geir að skoða mál algjörlega í botn í kirkjumálum og kirkjusögulegu málum og allri viðkynningu. Þá hefurðu alltaf kafað algjörlega í grunn á málum sem þú hefur fjallað og fyrir það vil ég þakka ásamt þeirri vináttu sem ég hef náð að eignast með þér, ásamt því að verða að segja að ég get ekki efast þessa þekkingu þína, hún byggir á köfun og ígrundun, þannig að ég leyfi mér að eiga þessi viðtöl við þig til þess að aðrir heyri skoðanir þínar þessi mál. Þakka þér. Þakka þér fyrir sér, Halldór minn. Mér verður reyndar á eins og öðrum mönnum, það er ekki það. Og svo er logið að manni líka, en vandinn í þessum fræðum núna er sá að láta ekki ljúga sér. En það hefur komið fyrir oftar en einu sinni að ég hef fengið rangar upplýsingar og þá er aðferðin svo að spyrjast sem víðast fyrir sömu atburði og heyra hvað aðrir segja þá og þá réttist maður svo yfirleitt af með tímanum. En ég er svo vel settur að hafa góðan tíma og það er kosturinn við það að verða gamall. Já, þú ert náttúrulega í allt annarri stöðu en þegar þú varst að fjalla við mig og aðra sögu kirkjunar og sögu laga og það var allt í hjáverkum, en núna er aðal viðfangsefnið, Halldór minn, að vera forvitin. Já, ég er að meina að þó það hafi verið í hjáverkum, þá gekkstu að gögnum skrifuðum heimildum og hafðir fyrir því að vinna með þeim rökum að geta sett þessi rök fram. Það er eins og Jón Sigurðsson sagði.
Skrifaðar heimildir og skjöl eru svo vísasti og áreiðanlegasti grundvöllur sögunar hjá hvaða þjóð sem er. Já, og ég vildi benda á það leið og ég vísaði óbeint til þín. Í mínum kynnum ertu þessi maður í okkar kirkjusögu eins og Jón Sigurðsson var í Íslandssögunni sjálfri. Þakka þér. Sömuleiðis.